Hér í Gufunesinu á sér stað stórfelld íbúðauppbygging eins og mörg ykkar vita, auðvitað í bland við annars konar starfsemi, til dæmis fullt af skapandi greinum, kvikmyndavers og eitthvað sé nefnt. Landslagið auðvitað alveg einstakt hérna og mikil tengsl við náttúruna, bæði algjörlega dásamleg sjávarsýn og ekki nú síðri fjallasýnin hérna sést vel upp á Esjuna. Við ætlum að kynna okkur aðeins betur þessa uppbyggingu á íbúðum sem á sér stað hérna í Gufunesinu. Við hjá Þorpinu Vistfélagi erum hér að byggja tæplega 140 íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur og við erum svolítið svona öðruvísi fasteignaþróunarfélag. Við erum ekki bara að byggja einhverjar íbúðir og selja aðspjóðanda. Við erum að byggja íbúðir þar sem við leggjum áherslu á samfélagsleg gildi og umhverfismál. Og þetta eru sem segi ódýrar, hagkvæmar íbúðir sem að margir að taka hlutdeildarlán fyrir og við erum hér í samstarfi við borg og ríki að veita fólki tækifæri á því að kaupa íbúð sem annars kannski væri ekki að komast inn á þennan markað. Við erum hér að byggja 140 íbúðir. Hér á bakvið okkur fyrsta húsið, 45 íbúðir sem var flutt inn í núna í sumar. Við flyttum hér í þessi hús núna í byrjun febrúar, síðan í apríl og klárum svo hér á bakvið okkur í september og þá verkefninu lokið og við skilum því af okkur til eigenda. Sko, við hjá Spildu eigum 10 sjávarlóðir hérna í Gufunesi og erum gríðarlega spennt fyrir þessari uppbyggingu sem hér að hefjast og nú þegar hafin. Við stöndum hérna út á ótrúlega fallegum tanga þar sem við munum reisa hérna byggingar sem munum njóta útsýnis og mikilla landgæða yfir höfuðborgina, í átt að miðborginni, upp í Bláfjöll, yfir Esju, yfir Móskasnjúka, upp á Skaga. Við erum nú þegar búin að hefja uppbyggingu á svæðinu og höfum nú þegar byrjað að byggja 150 íbúðir sem að fara í sölu mitt næsta sumar og afhending fyrstu íbúða í lok næsta árs og gerum ráð fyrir að þessar lóðir sem við eigum hérna verði uppbyggðar 2027 og sömuleiðis bara til að svara kalli þessa íbúðaskort sem virðist ríkja á höfuðborgarsvæðinu og leggja okkar lóða við óskarnar hvað það varðar.